Jæja Hrafn, eftir fyrsta leiklutan þá svona heldur margir þetta væri bara algjörlega búið en þetta var leikur í lokin. Aldrei algjörlega búið, það var ekki eins og við varum bara að skila þessum fyrirháleik, Grindvíkingarnir voru bara ekki í gírnum og við svo sem vissum alveg að svona gott lið myndi ekki bara láta bjóða þessi þetta í 40 mínútur. Það var alveg viðbúið að kæmi rönn. Mér fannst við hleypa þeim svona full mikið upp í dans en nokkur sterk play hérna í restina sem að landa þessu fyrir okkur. Og hvað með framhaldið? Nú ertu komið nýjan útlending, annan útlending. Já. Þið er væntanlega bara eftir að vaxa og dafna. Já, það er planið. Við reyndar óvænt að við skulum vera að missa 2 í burtu í landsleikjahléinu. Þannig við verðum kannski ekki með stóra menn, getum kannski spilað svona kerfin okkar með menn í réttum stöðum, en við ætlum okkur að hlaupa og við ætlum að koma okkur almennilega upp á tærnar og við höfum ekki verið að hanga fram að mennina varnarlega og svona. Þannig að við ætlum að reyna að mæta almennilega sjarp eftir þetta frí. Ef þú spóla núna, segjum ykkur hvað, 4-5 mánuði fram í tíman inn í play-offs, sérðu þína menn eiga möguleika á að alltaf keppa þetta? Já, absolutt. Ég meina, það sem hefur gerst á þessu tímabil er að við unnum 2 leiki í byrjun móts og svona það sem að fara nú að væla over með afsakanir þá mistu við Colin út með einhverja kveisu og Eysteinn og Bjarni meiðast og við svona bara missum svolítið taktinn, hlöpum þetta 2 leikjum úti á móti Njarðvík og Þór Þórðarson og ég held að það hefur svolítið slegið sjálfstraustið úr okkur tímabundið og þá missum við Val og Ír í framlengingu og þetta lið á að geta gefið öllum öðrum liðum leik. Mér finnst við vera það sterkir varnarlega þegar við svona leggjum okkur almennilega fram við og ef við höldum rétt á spilunum þá veit ég ekki hvað sæti við komum í úrslitakeppnina en ég hugsa að það eigi ekki neitt lið að hlakka til þess að mæta okkur. Takk fyrir.